Keli, blessaður. Já, blessaður. Hvað er þetta að gera hérna? Skoða íslenskt landslag. Kannski get ég notað þetta eitthvað í myndir. Það er fallegt hérna. Já, þetta er dásamlegt. Hér er vagga íslenskar menningar. Já. Viltu segja eitthvað af því tilefni? Já, þetta er ennþá vagga. Hér verða margar hugmyndir til. Já. Get sagt það. Hvað er þetta að fara í þinni myndlist? Ég er að fara í átt að upphafinu. Meðal annars. Þetta er leitað vissum kjarna. Þörf fyrir að finna kjarna í sjálfum mér og hlutunum í kringum mig. Og blanda saman í ja, þegar þeir blandast þá verður þetta verk. Hvaða Macintosh-móli finnst þér bestur? Mér finnst þessi brúni með karmelinni. Finnst það nákvæmdur. Þríhyrningur líka góður. Það er bara formið sem er spennandi. Nú ertu fluttið til London. Finnst þér gott að komast í burtu? Já, ég var að segja það. Mér finnst það ágætt að vera farin af klækanum í bili. Finnst þér íslenskt þjóðfélag hafa mótað þig? Já. Komst ekki hjá því. Er stundum erfitt að vera blankur listamaður? Nei, það er ekkert erfitt. Þú fer stundum hingað í leiðangra. Já. Tek myndir og skoða. Og hefurðu fundið það sem þú átt að leita? Já, svona að hálfu leiti. Leitin heldur áfram. Eins og allir vita þá segir ein mynd meira en 1000 orð. Þess vegna skulum við kíkja nokkra myndir. Nokkur sýnir svona. Ef ég á að segja eitthvað aðeins þessi ljósmyndaverk, þó að verkið viti náttúrulega miklu meira en ég sjálfur, en þá er þessi verk þannig að ég blanda saman tveimur landslagsmyndum í einni mynd í gegnum munstur sem er búið til úr mínu eigin lógói. Ég er sem sagt að horfa á landið í gegnum mitt lógó og þetta lógó hefur kristallast og orðið að munstri og munstrið er strúktúr sem er strúktúr anda og ég blanda honum við strúktúr landsins, strúktúr efnis
úr verður blanda efnis og anda í verki. Finnst þér að eiga erfitt uppdráttar hér heima? Ég er ekki gerð til þess að fólk skilja það beint. En sumir skilja og það er gaman að því. En ég myndi ekki segja að ég ætti erfitt uppdráttar. Það gengur ágætlega hérna. Þó ég sé farinn í bili. En nú varstu einu sinni söngvari í hljómsveitinni Oxmo. Ertu hættur í tónlistinni? Já, alveg. Hvað er þetta að vinna núna? Þessa stundina? Já. Það er framhald af þessum landslagsmyndum sem ég er að gera. Þetta eru klippimyndir, spegilmyndir. Þetta er ekki ég að skoða landið, heldur landið að skoða sjálft sig. Og landið finnur sig. Og það verður örugglega hægt að sýna það á þessu vídeói hérna. Hvað ég er að tala um, með einhverjum effektum. Ekki bara sýna það núna? Jú, gerum það. Já, þetta er mjög fínt. Þetta er svolítið sálrænt. Svolítið skrítið. Já, það má vera það. Þetta verður að vera eitthvað fyrir augað. Já, þetta er íslenskt landslag eins og ég vil hafa það og ég get örugglega að nota það í einhverju verk. Hér fæðast ennþá hugmyndir. Það hefur margt orðið til hér í mínu verkum.
Blessaður. Hvað ertu að gera? Ég að undirbúa sýningu Já. í London. Að gera við myndir og gera allt klárt. Segðu mér Daniel, ertu á atvinnuleysisbótum? Nei, ég fæ nú ekki atvinnuleysisbætur en ég fæ sér sko bætur borgaðir í heimatilbúinni kæfu sem móðir mín gefur mér alltaf einu sinni í viku. Já. Það mjög góða bætur. Mér finnst ágætt að búa í Reykjavík. Reykjavík oft svona stundum eins og finnst mér vera í amerískri B-mynd. Ef maður líður þannig. Svo annars vegar getur maður farið inn á einhverju kaffihús og safnað tannstein og bítlahári og þá maður í einhverju franskri intellektuálmynd og svo fram til götun. En Reykjavík ágætt borg og ég kann vel við hana vegna þess að hún gefur mér færi á að vera dálítið einn. Og það henda mér mjög vel að vera einn. Hvað það farið þín í myndlist? Já, ég sem sagt ekki að fara neitt sérstakt. Ég ekki að fara neitt sérstakt í myndunum. Ég reyna að gera fulltrúa, eins og ég segi, fyrir hversdagslega hluti. Ég reyna að forðast að gera einhvers konar sakramenti eða altari. Ég að reyna að vera mjög hversdagslegur en heiðarlegur. Ég læt myndirnar, ég velti þeim lengi fyrir mér. Ég með hugmynd mjög lengi og ég vinn mjög hægt. Og ég útfæri mjög fáar myndir á ári. Ég það að hugsa það lengi, ég hugsa það mikið um verkin að teka langa tíma að útfæra þau. Og mér finnst ég vera skyldugur, eða ég finn á mig skyldu til þess að ná því að útfæra myndnar mjög heiðarlega. Og það þú veist hvað ég á við með þessu orðið heiðarlegur. Það nái að það verið séu án nokkurra málalenginga. Það séu blátt áfram. Þessi verk núna sem ég búinn að vera að vinna núna síðastliðnu ári og að fara á sýningu núna reyndar úti. Þetta eru minnisvarðar. Þetta eru minnisvarðar um bæði viðburði og hugsanir. Og þær eru raunverulega spiritual. Þetta eru hugsanir sem eru raunverulega mjög venjulegar hugsanir. Það er eins og eitt verkið sem fjallar um sálumessu belgískrar sigurvöfflu sem ég keypti mér í lest á leiðinni frá Belgíu til Amsterdam síðastliðnu ári. Hún var algjörlega óæt þessi vafla og ég ákvað að hendi henni en einhvern veginn þá fekk ég mikið til þess í lestin að henda vöfflunni. Ég ákvað að geyma hana. Ég skildi bara hendi henni þegar ég kæmi úr lestinni. Þetta var einhver móralskar hugsanir sem fengum mig til að geyma vöffluna vegna þess að ég vildi ekki særa til dæmis þjóninn sem seldi mér hana.
með því að hendi henni strax, ég var búinn að bíta einn bita af henni. En vaflan var algjörlega óæt og ég geymdi hana í vasanum og jakkanum mínum og fann hana 2 dögum seinna inn á hótelherbyggi í Rauðahverfinu í Amsterdam, þar sem ég bjó. Og mér fannst þetta fyndið að svona íslensku móralskur hugsunarháttur það að henda ekki í nýjum mat skyldi verða til þess að vaflan væri ennþá í vasanum á jakkanum mínum 3 dögum seinna. Og það var miklir fagnaðarfundur sem sagt, mér og vöflunni og ég tók vöfluna og tók af henni svona fótósessjón allt herbyggi, færði hana á milli staða í herbygginu, eins og hótelherbyggi, tók mynd af henni hérna við vaskinn, ég tók mynd af henni upp á borði, ég tók mynd af henni þar sem var á gólfinu og þar sem var hún á töskunni minni og þar sem var lá hún á Laxness bók síðan með mér. Sjálfsagt fólk, gott ef ekki var. Og hérna, sem sagt, þarna var þessi mynd sem sagt til vegna, og ég gerði þessa mynd, ég útfærði mynd sem sagt, hún heitir Sálumessa vöflunnar og hérna, og minnisvarði sem sagt, annars vegar vöfluna sem þessari einu vöflu sem ég gat ekki étið og hins vegar platónsk útgáfa vöflunnar, fagurfræðileg útgáfa vöflunnar, hinnar algildu vöflu, lógóið fyrir hinnar algildu vöflu sem fyrir neðan. Tók pulsu? Áhengi fyrir pulsu í þessum bíl. Það hóku pulsu? Þetta eru ríkisstarfsmenn. Það hóku pulsu? Áhengi fyrir pulsu í þessum bíl, ég er að segja það, þetta eru alltaf ríkisstarfsmenn. Íslendingar eiga mjög merkilega sögu og tungumál og menningararfleifð, þeir eiga hana. En þeim finnst þeir líta á henni svo lambhúshettu, sko, þeir eru ekkert rosalega spenntir fyrir henni einhvern veginn. En þeim finnst flott ef við tala hana ellendis, þá hampaðir henni alveg endalaust, sko. Það sett upp í stríðsletur í blöðum ef það tala frammistöðu Íslendinga úti og það ber vott vissa minnivottakennd og að þeir séu kannski ekki alveg natúral. En það líka leiðilegt ef maður kemur til Norðurlanda þá er litið á Íslendinga sem safngripi og þeir eigi sem sagt að vera fulltrúar fyrir gamlar norrænar dygðir, vikivaka, dansa og skinnskó og glímu og allt þetta. Og það er eins og Íslendingur sem sagt sé ekki gefinn séns til að vera nútíma þjóð sem við náttúrulega erum.
Mér finnst dýr vera frábær dýr. Mér finnst að vera mér finnst eitthvað súper við dýr. Það er eitthvað við þau sem að mér finnst mannkynið alls ekki eiga skilið að umgangast dýr, hreint og beint. Mér finnst dýr svo heiðarleg og fara eftir svo einföldum prinsip. Er til eitthvað sem heitir íslensk myndlist? Nei, ekki beinlínis. Það er ekki frekar en það er til íslensk tónlist. Hugmyndir eru alþjóðlegar og það er náttúrulega til myndlist sem er útfærð af Íslendingum. En það er ekki til sjálfum sér íslensk myndlist. Er einhver áhugi fyrir þinni list og ungra íslenskra listamanna? Já, það er sennilega töluverður áhugi, sko. En ég hugsa ekki mikið það. Það er eiginlega ekki minn höfuðverkur þó að fólk hafi ekki áhuga á minni myndlist. Ég hef ekki svo mikla áhyggjur af því. Og ég skila bara minni vinnu og punktur. En er einhver eyða eða gat á milli nútímalistar og almennings? Nei, það held ég ekki. Ég held að ég held að það sé ekki, sko. Ég held að öll viðbrögð við listum séu eðlileg. Hvort sem menn vera reiðir eða hvort sem menn fordæma hana eða gleðjast yfir henni, þá er það eðlileg viðbrögð. List er opinberandi afl. List opinberar raunverulega þann sem skoðar hana, þann aðila sem er að nema hana hverju sinni. Ertu að leita að einhverju? Nei, ég er ekki að leita að neinu. Ekki beinlínis, ég er orðinn þreyttur á því að leita tilgangi, sko. Ég er svona einhvern veginn ég til dæmis líti ekki á myndlist eða að vinna í myndlist sem einhvers konar tilgang. Ég myndi ekki segja það. Ég myndi ekki segja það að ég gerði myndina mína til þess að bjarga heiminum eða neitt slíkt. Og ég held að myndlistamenn eigi ekki að vera með slíkar hugsanir.